Já, komið þið sæl. Það var ágætisveður á landinu í dag, svona og ekki síst miðað við undanfarna daga, þar sem að gekk hver óveðurslægðin hér yfir landið á fætur annarri. En allt á þetta nú rætur reykja sína til þessara hæðar sem að var yfir landinu. Loftþrýstingur, svona hæsti loftþrýstingur vel yfir 1020 millibörum. En því miður þá nú þessi hæð að gefa eftir, hún færist til austurs til morguns og það opnar fyrir, það getur sagt, fleiri lægðir að þeir nálgist okkur og sem þær gera. Koma skil hér inn annað seint annað kvöld eða aðfarinn á föstudag, svo ganga norður yfir landið og það eru hlýindi hlýtunga sem að kemur hér aftur norður Atlantshafið og fer þá yfir landi hér hjá okkur á föstudaginn. En það verður austanátt hjá okkur á morgun og við sjáum það til að mynda á suðvesturhorninu að vindur getur verið nokkuð stífur hér með suðurströndinni. Geta verið strengir einnig inn á landi þar sem vindur stendur á fjöllum, þá bæði við Suðurland þá og Faxaflóa. Og eitthvað getur ringt úr þessu hér allra síðist í fjallendinu. Sjáum hér til að mynda úrkomumerki á Mýrdalsjökli og sem á Reykjanesfjallgarðinum og Snæfellsjökli. En svona heilt yfir og þá verður morgundagur nú svona víðast hvar þurr og jafnvel að hann getur rifið af sér öðru hvoru hið minnsta. Sæmilega milt í þessu við sjáum að svona yfir daginn þá verður þetta 5 til 7 stiga hiti nokkuð víða á láglendi og staðan nú bara nokkuð svipuð hvað varðar norðvesturhorn landsins. Fyrir utan það nú svona heilt yfir bara róleghita veður í þeim landsfjórðungi. Ef eitthvað þá getur verið suðaustan gjóla sumstaðar á Snæfellsnesi en vindur hægur annars staðar á svæðinu og hiti vel yfir frostmarki sem við sjáum og getur verið tiltölulega bjart yfir sérstaklega á norðan til á Vestfjörðum og á Norðurlandi vestra. Það verður sennilega skýjað mestu leyti við Breiðafjörð og gæti jafnvel gert einhverja rigningu þar tíma annað kvöld. Og förum þá yfir á norðausturhornið og það nokkuð svona svipað sögu að segja þeim landsfjórðungi. Hægir sunnanvindar í þessu hjá okkur, geta verið bjartir kaflar í þessu þá sérstaklega inn til landsins og hitafari svona nokkuð svipað nokkur gráðum yfir frostmarki. En þegar við komum síðan aftur suður fyrir Vatnajökul þá verður öllu þyngra yfir hjá okkur. Það mun sjálfsagt rigna lungan og degi hér á svæðinu frá Kirkjubæjarklaustri að Mýrdalsjökli. Annars staðar verður úrkoman slitróttari og getur verið gjóla hér með ströndinni og þó hann sé vissulega svona öllu hægari þá inn til landsins. En það þessu umræddu skil sem koma þá inn á föstudaginn og ganga norður yfir landinu og sjáum hér stöðuna klukkan 15 á föstudaginn. Það norðaustan hvassviðri eða stormur á norðvesturhorninu og strekkingsvindur víða annars staðar og getur verið talsverð úrkoma sem að fylgja þessu skilum hér á Suðausturlandi. Sérstaklega þar en væntanlega mun rigna í flestu landshlutum en þegar komið upp til heiða og fjalla þá þetta nú farið fljótt yfir í slitu eða rigningu. En síðan þegar við komum inn á helgina þá verður vindur, þá verður hann norðlægari eins og við sjáum hér áfram strekkingsvindur norðvestan til en hægur vindur sunnanvert landi og þar verður laugardagurinn tiltölulega bjartur, getur snjóað eitthvað lítillega norðanvert landið og við sjáum að hitatölum að það að kólna í þessu hjá okkur og það á einnig og þá við sunnudaginn eins og við sjáum hér áfram svona komið frost víðast hvar norðanvert landið hér síðra þá verður hiti væntanlega yfir frostmarki yfir daginn og spár í dag að gera ráð fyrir einhverju lægðadrægi hér við suðurströndina sem gæti skilað einhverju úrkomu allra síðust en við skulum sjá betur hverju fram horfið með það. En það sem sé, það austlægátt í þessu hjá okkur næstu daga. Við mun rigna eitthvað lítilega hér allra síðust á morgun en stilt og bjart veður fyrir norðan. Verið sæl.